Held ég til heiðurs Svavari Pétri Blessuð sé minning hans. Ég segi það. Hefði orðið 46 ára fyrir 2 dögum. Já, frábær listamaður. Já. Hann var líka frumkvöðl. Já, hann var náttúrulega hann var að mála líka. Já, eða þau fluttu austur, hann og frúin, hún heitir ekki Berglind Hassler, jú. Fóru að gera bulsur fyrir 10 árum, sko. Þau voru vegan og undan vegan. Svo náttúrulega bara, undir að síðasta, þú sérði þetta út allt listaverkin, setningar, og bólir og fleira. Merkum maður, getur verið sammála um það. Við gáum ekkert contribution þegar hann fjall frá, kannski. Nei, Svo var hann náttúrulega í áramótasköpunu fyrir 2-3 árum. Já, hann kom víða við. Já, hann svona, þetta lag yljar okkur aðeins á þessum snjódögum. Ég segi það er 28. apríl og það er búið að snjóa í vikunni. Sem að, þú veist, það er bara eins og það er. Já. Er hægt að kenna einhverjum um það? Sjölunum, samfylkingunni? Skattfylkingin, ég veit það ekki. Við kennum þeim ekki um þetta. Já, ég segi það. En, herðu, Lavazza, það er komið upp alla veggi núna. Já, og maður er fann að hafa orð á því bara nú sem fyrr að alla skrifstofu landsins eru bara að byrja að auðvitað kaupa þetta inn í stóru stíl. Já, og það er ekki bara hilkin og það er líka bönirna líka, sko. Það er vannmetin auðlind. Er ekki þægilegast í þessu fyrirtækja, Bobby, að fara annarkvæmst út í búð eða heyra bara í Danól? Er ekki hægt að panta þetta bara beint frá Danól? Jú. Þú getur keypt þetta í massavís þar, sko. Já, það er líka gaman að þessum sendlum frá Danól. Já. Illa ferslið sem mætir hérna. Þetta er restlið, sko. Húnna pöngarar. Já. Lavazza! Koma öskrandi, Lavazza lestinni mætt. Já. Nei, herru, Lavazza inn á alla skrifstofur takk og sömuleiðis inn á heimilinn. Hvort sem það er að býta í baun eða drekka það, mala eða hvernig sem það er. Já. Guðanabænum, kynnið ykkur það. Kynnið ykkur þessa umhverfisvænu stefnu hjá þeim líka. Setjist þið niður og kynnið ykkur þetta. Já. Að lífið er of stutt fyrir að drekka vont kaffi. Yep. En herru, sömuleiðis Jómfrúin líka. Nú fer að styttast í sumarjazzinn maður. Sumarjazzinn. Þú veist hvað það þýðir. Já, ef ekki henda því eftir á. Hvað er það, Garden Party? Nei, það sem að lagið okkar, hana. Já, það er alltaf jazzin líka að þetta. Jú. Þetta er sko tímabilið þeirra sjeffar, miðlararnir. Það er aldrei að vita um að þetta verið spilað bara. Já. Í sumar. Miðlararnir. Á jómunum að. Alltaf þunnir. Já. Sinna kannski ekki alveg tengdó. Já. Veist hvað ég gera á sumrin? Það er að taka tengdó á jómuna. Já. Og beint í jazzin. Já. Skvetti inn eina glasa hvítunni. Það er búið að vinsælt. Og grafin lax. Já. Shit. Ef það er ekki grafin lax með, þá er inni fyrir flösku að hvítunni. Já, þú sér líka, sko, þú sér alla þjóðfélagshópa þarna, sko. Það er ekki bara miðlararnir, sko. Það er bara sefar. Það er allir fjandinn. Já, mjög gott. En við þökkum Jómfrúnni að sjálfsögðu kærlega fyrir samstarfið. Þetta er að sjálfsögðu, eins og við höfum rætt áður, þetta er bara miðstöð viðskipta og samningagerðar. Þarna loka menn dílum. Já. Þarna liggja ráðherrar í því. Já, þarna rekstu á ráðherrarna, sko. Já. Þannig að það er annarkvæmst þar eða hér upp í stúdíói. Katararnir hérna raðinn ráðherrarnum, sko. Jöfnveldir eru duglegir. Já. En herru, 28. apríl, nú er farið að líða á árið, sko. Já. Hvað finnst þér um það? Það er so far. Já. Svona efnahagslega þá, eða? Já. Já, alltaf við höfum áttið betri, sko. Já. En ég er fullur bjartsýnni, ég er jákvæðasti maður sem ég veit um. Já, það er rétt. Þannig að ég held að þetta muni allt blessast á endanum. Það gerir það. Það er vissulega kom fram núna bara í gær að það er 1,3% verðbólga milli mánaða, takk fyrir. Já. Allir greiningar aðilar búin að spá öllu fögru, sko, og svo sem fyrr fer allt í vaskinn. Smá teaser fyrir næsta þátt á þriðjudaginn. Glasið er hálffullt hjá okkur. Það ekki? Jú, ég held að það sé að það er hálffullt og lesi fólk nú í. Nokkuð vel orðið komist, en algjörlega, en jú, þú veist 9,9% verðbólga og allt það og við kannski dreifum aðeins á þessu og eftir hvað það þýðir og fleira, en ég ætla nú ekki að fara að hefja þáttinn á því. Nei. Við ætlum að hefja þáttinn oft sem fyrr eins og svo oft áður á launþega vikunar, takk fyrir. Já. Og við fórum gaumgæfilega yfir þann lista. Við settum inn tilkynningu inn á Facebook hópin okkar, Dýpind og Pingjan. Sendum inn tilkynningu þar sem að fólk getur skráð launþega vikunar. Já. Og hann er í boði Júsú og sá sem er launþegi vikunar fær sem sagt fría máltíð fyrir 2
að eiginvali. Þetta er náttúrulega stórkostlegt og það hefur ringt inn. Já, það ringdi inn launþegum hérna við tilkynninguna, en við viljum hvetja fólk að sjálfsögðu til að fara inn á Debit og Pingjan. Þar er þetta pinnað efst, launþegi vikunar, og þar getur það sett inn í skjal sem að sjálfsögðu nafnlaust frá þeim sem sendir. En við viljum enn og aftur minna á að við lesum ekki upp neitt viðbjóð ef að það sopir undir. Já, ég þurfti að ritskoða fyrir þessa. Já, það þurfti að ritskoða hitt og þetta. Það er hún Valgerður Valgeirsdóttir hjá P2C. Veistu hvað það stendur fyrir? Já, það er PricewaterhouseCoopers. Óþreytandi vinnusemi, dag sem nótt og gífurleg þrekvirki fyrir félagið í gegnum árin. Já, og það er sko... Til hamingju með það, Valgerður. Fyrirmyndalaunþegi. Nú er bara að taka maka eða vinnufélaga, mömmu eða pappa, beint á Júsú. Beint á Júsú. Og við óskum Valgeirsdóttur að sjálfsögðu innilega til hamingju með þessa nafnbót launþegi vikunar, og hún má hafa samband við okkur, annars höfum við samband við hana. Já. En ég gerir falllega ráð fyrir að hún sé að hlusta. Þú vilt ekki fá message request frá Addanum. Það verður aggressiv sko. Nei, ég er voða ljúfur, en bara við hvetjum hana til að heyra í okkur sem fyrst. Er ekki bara best að senda posta á Pingjan? Og þetta er orðið svo þægilegt, þú fær bara rafrænt gjafabréf. Ekkert að koma hingað eða neitt, þetta er bara beint í walletið. Nei, við erum ekki að fara að prenta þetta út og setja. Nei. Þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þannig podcast. Nei, við erum ekki þannig podcast. En er ekki nýr hambúrgar líka? Júsú, algjörlega, þetta er, ég smakkaði nýja svartpipar kjúklingaborgarum í gærna. Já, tjöfull er hann góður. Ég náttúrulega, ég fekk mér máltíðina, svo fekk ég mér 3 mismunandi sósur. Já, má ég giska? Já. Uppáldi á mér er svartpiparsmajó / chili majó. Já, ég fór í chili majó, það var svona aðal. Svo langaði mér svo smakka Júsú majóið. Já. En svo fekk ég mér teilaran líka, kokteilinn, Nú, bara basic. Ég er mikil áhugamaður góðan teilara. Já. Þannig að ég vildi smakka hann hjá þeim og panta með þessar 3 sósur. Við stoppaði með þetta, hvað er þetta teilara? Kokteil. Já, þú veist, eftir að reyna að ná til einhvers ákveðis smarkhóps, eða? Kokteilsósa, diskósósa, teilari. Aha. Já, það er alls konar viðurnefni á þessu. Hvaðan kemur þetta teilari? Bara kokteil. Þetta er eitthvað á nesinu, eða? Já, ég veit það ekki, ég er svona notað þetta gegnum tíðina. En ég get votta fyrir það að teilarinn hjá þeim er geggjaður. Ég held þetta var eitthvað codename fyrir öfugan Dalai Lama. Nei. Herðu, við vorum bara að ræða þetta. Já, við erum hættir. Það má ekki gera grína. Júsú majóið, það var svona sítrusbragð í því. Já, Júsú. Og það er náttúrulega að fatta þig þessa samlíkingu þína, Já, þetta er sítrusávöxtur. Þetta er bara stórgóða sósur. Burgerinn geggjaður, svartpiparsósan, stórkostleg. Og ég get ekki mælt meira með Júsú.is, fariði, kynnið ykkur matseðilinn, fariðinn. Svo eru þeir á 5 mismunandi staðsendingum. Pósthús Mathöll, Kúmen, Borg 29. Svo eru þið Litlatún í Garðabæ og svo Gróðurhúsin í Hveragerði. Já, geggjaðar staðsendingar. Já. Og það er lítið leyndarmál sem ekki margir vita. Ég og Keksi Klippari, keksiklippari.is, eða kannastu hann. Já, ég hitt hann nú daginn. Já, rosalegur. Við fórum saman á hennar stað áður en hann opnaði. Fyrsta Júsúin. Já, fyrsta. Hittum hann ekki Haukur kokkur. Jó. Og vorum beðnir að blessa staðinn. Sem við gerðum. Fóruð að skvettu einhver svona vatni. Já, og hann var að segja okkur að mála baðherbyggi alveg gult. Þú séð þetta þegar þú kemur hann í Júsú. Þetta er stórkostlegt baðherbyggi. Ég sagði, ég accepta þetta. Og þau gerðu það gult eftir það. Það er gott. Þannig að það er þér að þakka. Já, ég meina það er stóran hluti hvað hefur gengið vel á Hverfisgötunni. En Júsú mælum með þessu. Já, herðu, við erum drekklaðanir í dag. Það er ýmislegt í fréttum. Og það er kannski eitt sem ég langaði að fara yfir sem við bara glimtum gjörsamlega snert á í síðustu viku. Þessa vikur. Og það er Alvotech. Já. Við bara fórum ekki í það. Ég er búin að vera bólstýp í þessari umræðu og bara svona búin að vera að vakta þetta og samt glimti ég. Það var náttúrulega við vorum með gjörsamlega drekklaðin þátt í síðustu viku. Ef þeir eru ekki búin að hlusta á hann þá mæli ég með að gera það núna. Það sem við förum meðalans yfir verðbólgutips og fleira. Mér líður með þetta Alvotech dæmi eins og að fara austur. Það er svo tíminn standi í stað. En neglurnar vaksa hraðar. Þú ert bara svona, skilur. Já. Ég veit. Þú veist það er svo mikið rót. Gerðu svona ASMR hljóð. Já. Ég veit. Það er einhvern veginn þannig. Það eru bara allir að bíða eftir eitthvað gerast. Tíminn stendur í stað. En neglurnar eru að vaksa hraðar. Það er stress í liðinu. Og aðrir eru búin að vera að hæpa þetta meira en aðrir, og þú veist, og ég veit svo sem ekki hvaða upplýsingar menn hafa í þessu, menn hafa fyrir sér í þessu, en
það var svona almenn bjartsýni en menn voru kvíðnir fyrir þessum fréttum sem komu í síðustu viku og þetta náttúrulega, við erum búin að sjá dropp upp á 40% og maður er búin að heyra að menn hafi verið gíraðir dálítið í þessu þannig að það má segja markaðurinn sé bara hafi farið, þú veist, var bara eins og brunarúst þannig að nokkurnu dögum eftir þetta því að þú veist, þegar það koma þessi veðköll margin calls eins og við þekkju þau einhvers þar heyrði ég að þau hafa verið að detta inn í kringu 1600 sko og þú veist útskýru það, gengi er í 1900 kall já en feruðu þetta alltaf eftir bara stöðumanna sko þú veist eftir einhverja x% dropp þá kemur veðkall og þá þýðir það bara þannig að menn eru bara að losa bréf annar staðar til að eiga fyrir því sko já, láninu já og svo var náttúrulega selt bara í stórum stíl í Alvotech bara menn að losa sig úr já, bara búin að missa trúna þetta hafði náttúrulega bara gigantísk áhrif á allan markaðin sko og fólk var mikið að veltaði fyrir sér af hverju bara bréf annar staðar væri að lækka út af þessu og annað þannig að þú veist það liggur bara beinast við að menn hafi verið að selja bara aðrar eignir. Þetta var svolítið jeppi hjá þér. Selja bara? Já. Bara selja bara? Adde. Heyrðu, annað. Adde. Er ekki að trenda það eitthvað? Adde. Jú. Þú ert samt ekki óbyrðisfullur. Nei. Ekki óbyrðisfullur maður. Ég myndi aldrei tala fyrir slíku. Það rosalega jeppi í þér. Já. Ég veit það ekki. Annað, við vorum með exit spurningum. Mér fannst þetta vera merkilega há einhvern sem að hlustendur Pingin eru að gefa. Já, algjörlega. Það var góð þáttaka og ef við kannski bara svona förum yfir það, rétt dreipum aðeins á því. Og ég ætla að hækka mína ég ætla að gefa þessu 7.5 þessari seríu. Já, ég ætla að horfa á hann aftur. Já, þú ert áhrifagjarn. Þetta er svona Nei, líka bara, þú veist, þetta er eiginlega skemmtilegt sem maður horfa á. Maður var bara með ómikla væntingar. Er þetta ekki bara meðvirkni hjá þér? Þetta er gerenda meðvirkni. Já, ok. Er það ekki þessu? Já, ég veit ekki, en sko, til að fara aðeins yfir, það voru 30 sem tóku þátt, sem er bara, þú veist, nokkuð gott, ég minna það er ekki allir sem sjá þetta. Já, það er prómil af hlustendum. Við erum nú með talsvert fleiri hlustendur en það. Þetta er prómil. Já, en það er gott að minna líka á það, við erum reglulega með svona poll inn á Spotify. Já, endilega takið þátt, og það er alltaf hægt að gefa okkur líka feedback. Varstu búin að rekna vegið meðaltal? Nei, ég nefndi ekki. Ég sá bara að þetta var hærra heldur en bjóst við. Það voru þessu 33% eða 10 mann sem gáðu þessu 3. Já. Það voru 16,7% sem gáðu seríunni 2 og 10% sem gáðu 1. Svo eru 20% sem gefur þessu 4 og 20% sem gefur þessu 5. Já. 5 stjörnur, það er 6 mann sem gefur þessu 5 stjörnur. Exit 3. Ertu með vegið á þessu eða? Nei, en þú veist, það er ekkert mál að slá því upp. En slísi gerfugreindina, hún reiknar þetta fyrir þig. En lítið mál að slá upp. Já. En já, meðan þá ætla þú að segja eitthvað? Já, ég að taka Backstreet Boys eða? Já. Það er bjartsýn í samfélaginu. Já, það er Backstreet Boys í kvöld. Þrátt fyrir allt þetta helvítis verðbólgu hjal, þá er nú einhver gomma af liði sem er að fara á Backstreet Boys í kvöld. Ég ekki þar með talinn. Nei, ekki verður ekki að henda okkar lag, ég er samt mikill Backstreet Boys maður sko. Já. Og Ert þú ekki með eitthvað líka? Backstreet Boys? Já. Nei, lítið, en ég get kannski bara talað reynslu, en ég er með vissulega, ég ætla að fara yfir svona boybands, tekjuhæstu túra sem hafa verið farnir af hljómsveitum. Þú varst nú í boyband. Herru, já, vegið meðaltal 3,23 3,23 stjörnur. Já, ok. Sér það. Þetta er svona nokkuð jafndrift. Já, það er 6,4 á Richterskalanum. Ég gaf þessu 6. Richterskalanum. Nei, bara deilt með 5. Já, einmitt. En sko, já, viltu dempa þér í Backstreet eða? Já, á ekki að taka smá yfirferða. Það er alveg komin tíma á það að það er búin að vera vangaveltur. 50 menn fái henda á okkar Backstreet, senda á Backstreet. Ég ætla að setja mitt uppáhalds. Ok, að það er búin að vera vangaveltur að hvað er sér að gera hérna á Íslandi, hvort þeim vanti pening. Þannig ég fór í smá research. Þetta er svo geðveikt lag. Heyrðu, getur yttið þarna. Það eru listeners á Spotify. Sérðu það? I've been running high and just screaming 16,3 milljónir monthly listens. Monthly, þeir eru ennþá stórir. Sko, I Want It That Way er sko 1,1 milljarður. Já. Það er endar ótrúlegt. Á mánuði? Nei, ekki mánuði, bara total sko. Já, akkurat. Heyrðu, stutt recap út af því að fólk er að velta fyrir sér hvort þeir séu hérna að sækja pening.
eða hvort að Pingi að séu drekklaðnar og þetta passion project að koma hérna til Reykjavíkur. Ég held þetta sé passion project. Já, sko, ég held að það sé ekkert, Pingjurnar hjá þeim sé ekkert eitthvað drekklaðnar. Já, þeir eru alveg nóg, þú veist. Giska á networth hjá fátækasta manninum. Það svona $15 milljónir eða eitthvað. Nei, tvöfalt það. Það, ok, 30. Ok. Eins og ég sagði, ég var kannski full neikvæður. Ég sagði bara, ég nenni ekki einhverju sögur ríkapi. En ég ætla þó að segja það. Þetta stofnaði í Flórida árið 1993 og meðlimi bandsins eru AJ McLean, Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough og Brian Littrell. AJ McLean fátækastur með $30 million í net worth. Ég fann þetta á nokkrum síðum og ég fann ekkert hvort þið séum einhverja eignir eða annað. Þetta hlýtur eiginlega að vera bara uppsafnaða tekjur einhvern veginn á að það inn á bankareikning. Þetta bara neyslupésar. Já, þetta alveg bara með því óábyrgar sem við sitjum í lofti held ég. Sko, hann kallað The Bad Boy og átti áfengis- og vímuefnavanda að stríða. Já, það svona algengur fylgikvilli þessa lífstíls. Á beinubrautinni, Nick Carter, $35 million. Kevin Richardson, $40 million, Howie Dorough, $40 million og svo Brian Littrell ríkastur, 45. Þetta ógeðslega leiðilegt að lesa þessu menn því að segir allstaðar að sama nema en hann sem átti við áfengis- og vímuefna. Þeir eru allir búin að vera með sama partner bara í 15-20 ár, eiga börn, lifa friðsamlegu lífi, tóku allir sólóferil á einhverjum tímapunkti sem gaf þeim smá auka búst. Og þetta það segir ég í dag. Þetta sann svo rugglað. Það sko 9 ár. Ég held að Nick Carter sé yngstur. Já. Og Kevin Richardson elstur. Kevin Richardson sko 22 ára þegar þeir byrja, 93. Já. Nick Carter 13. Já, þetta Þú veist, getur ímyndað. Þeir eru kannski orðið frægir hann í kringum 90, ég skal ekki segja, 97, 8. Já. Og þú veist, þá Nick Carter ennþá bara 18 og hinn bara ríkfullorðinn maður. Já, sko. Þetta er svo steikt að hugsa út í þetta, sko. Þetta ekki svipað með þarna Rottweiler? Þeir voru bara, Bent og Co. úr Árbænum, voru minni bara að vinna, hvað er þetta, músíktilraunir? Já, ég held að Erpur sé, hann er 77, held ég. Þeir voru minni með 14-15 ára, 16. Á meðan hann var orðin 20 eða eitthvað. Það er ekki alveg afn excessive. Nei. En svona sambarlegt íslenskt. Ég held að Bent sé eitthvað bara svona 84 og Erpur 77, þannig að það verið 7 ára á milli þeirra. Já. Og þið finnst það ógeðslegt? Nei. Nei. Heyrðu. Það mér ekki. Ok, taktu eitthvað smá meira með Backstreet. Nei, bara þú veist, ég svo sem demdi mér ekki ofan í þetta, skilur. Ég veit bara að þeir náttúrulega píkuðu dálítið svona. Þú veist, í kringum aldamótin, auðvitað. Eiga náttúrulega mörg hver frábær lög sem hafa meira sér verið íslensku eins og Incomplete. Og FM 95 Blöð sem gerir það, ódöðlegt. Nú, veitu hvað lag er það? Incomplete, FM 95 Blöð lagið. Já, sett á það. Byrja. Og sett á Incomplete, ég var ekki búin að kveikja því. Það er eitt af mín, það er eiginlega næst uppáhaldslagið mitt með þeim. En svo fóruð þeir nú í einhvern, þú veist, þeir hafa tekið pásur og verið einhver dvala, sko. Ég bara veit ekkert svona hvað þeir hafa verið að grúska. Jú, þeir eru allir með sama ferilinn. Það er bara Backstreet Boys. Svo taka þeir sér hliðaskref, annarkvort að vera mótilast eða sólóferil. Ég var svona vonast til að þú kemur með eitthvað svona eignadjús. Nei, ég bara fann ekkert. Það er bara eins og þetta séu bara múin að vera launamenn. Og er þetta bara launþegar eða? Basically, sko. Svo gef ég ekkert fyrir þessar tölur því að þetta er allt bara sléttar áætlanir. Já. Þetta var kannski svona... Já, þetta lag. Já. Þetta þekkjum við nú. Já. Þetta var nú kannski þá svona... Já, ég bara þakka Þetta er ekki örkvísar að mæta á klagan. Þeir eru hérna fyrir passionið. Já, algjörlega. Og við bara vonum að fólk skemmti sér vel í kvöld sem er að fara. Ég eiginlega skil ekki af hverju ég er ekki að fara því að ég var alveg frekar stór fan á sínum tíma. Heyrðu, það er eitthvað annað. Við hefum átt að spáði því. Mér skilst að miðinn núna komin á 5. áskalla eftirmarkaði. Já, það er svo. Bara síðasta gær. Þannig að það er eitthvað sem segir manni að það er ekki uppselt. Þú gæti verið að ná góðu miða á einhverju svona markastorki á Facebook síðar í dag. Hendir inn svona addabóði. Sæl, nenni ekki að fara. Ég til í mið á 5K. Annars ekki. Við sjáum hvað setum með það. En sko, já, mér langaði að taka hérna aðeins fyrir, þetta verður nú ekkert sérstaklega löng yfirferð, en mér langaði, ég fór að hugsa út í þetta þessa túra. Og þetta er náttúrulega orðið bara mjög svona, þú veist, með
árunum alltaf að verða mikilvægur að tekjustoð fyrir listamenn og þú veist svona, kannski, ég held að svona í kringum 60-70 þá byrja þessir almennilegu túrar bara svona í svona arena bara svona stadiums skilurðu hjá hljómsveitum og þetta náttúrulega tónlistamenn geta verið að þéna anskoti vel upp úr hvað segirðu? Svona 60-70 Bítlarnir eru þekktastir fyrir að byrja með svona stadium tour dæmi sko svo fylgja Stones eftir þeim og þú veist þetta svona Woodstock náttúrulega frægt hvernig það? 67? Já, það svona tónlistarhátíð sko Kravitzinn og hann hérna shit, ég trú ekki að ég sé að mun ekki nafni hans Billy Madison? Nei, Adam Kleiner? Gítarleikarin maður Slash? Nei Já Nei, ég trú ekki að ég sé að hérna Johnny Furrow? Nei, ertu að tala hérna Angus Young? Nei, AC/DC? Nei, ekki AC/DC hérna Malcolm Young, bróður hans? Nei, hann var ekki á gítar hættur Jimi Hendrix, Jesus Já, hann var náttúrulega Ég var náttúrulega að tala Jimi Hendrix, ekki Lenny Kravitz Það eru einhverju hérna sko, sem eru bara á leiðinni vinnuna þeir eru að leggja bílnum núna Það eitthvað brjálæði núna sko. bara átt að sjá þig, hvað var að gera? Það eitthvað að berja í stýri eða öskur í kottan eða eitthvað sko. Herru, nei, mér langaði að fara svona yfir kannski hæstu þetta er svona highest grossing eða eins og við myndum segja á íslensku bara svona tekjuhæsti tónleikatúr heims og ef við byrjum á fyrsta sætinu þá er og ég leiðrétti þetta fyrir verðbólgu 2023 og þá er hérna trónir á toppnum. Fólk vil drepa nokkrar heilaselur horfið á Kastljós frá því á miðvikudag það sem að vera leiðrétta fyrir kaupmátt og við vorum með hérna hagfræðing frá Samtökum atvinnulífsins að útskýra fyrir félagsfræðing hérna hjá Eflingu bara fólk þarf að horfa á þetta er svo óþægilegt Já, eftir að sjá þetta er örglega ef hún væri ekki hjá SA þá væri verið að tala hérna en þetta var við þurfum að skoða þetta ég ætla að fara yfir þetta hérna ég ætla að fara yfir þetta í boði Swap Agency geggjuð þjónusta og svo við bara tölum mannamála og þá er það bara leikur einn að fá vinnu hjá erlendu fyrirtæki og vinna heima í gegnum þá og hérna og bara sumleiðis líka fyrir þig að starfa erlendis í fjárvinnu og sko þau eru og hafa verið að þjónusta félög bara eins og Meta, Alphabet sem Google TripAdvisor, Harvard og fleira Solid Clouds líka það er náttúrulega fólk uppgjör frá þeim í dag? Já, það er aðalfundur skils mér og hérna, ég er aldrei að vita nema að maður hafi látið sjá sig en þau eiga hérna eitt skemmtilegt blogg nýverið hvernig þau eru að nota ChatGPT í allir sínu vinnu Já, það? Já, mjög sniðugt það getur verið spennandi Þau mættu samt fara að einbeita sig meira af þessum leikjum en þetta var mjög sniðugt Ég er sammála því, en allt sem tengist þessu ChatGPT í dag er bara aðlæta á þetta sko. Já, líka bara fyrir þeirra störf, þetta var stórmerkilegu póstur En Swap Agency, sko varandi þá, það eru eflust margir sem að hugsa sér bara að þeim langi að fara að vinna erlendis en það sé bara svo mikið vesen að hreinlega bara dempa sér aldrei út í það En nú er það ekkert mál, bara eitt póstur eða símtal í Swap Agency og þau bara gera þetta súper einfalt fyrir þig og við tókum nú dæmi í síðustu viku stelpun sem þú þekkir sem að bara í raun hefði ekki komist til Íslands að vinna ef ekki hefði verið fyrir Swap Agency þannig að ef þið ykkur þann draum heitan að vinna í fjárvinnu annarkvort hér fyrir erlent fyrirtæki eða öfugt þá eru þau fullkomið vettvangur fyrir því til að kanna Ég held sér bara snilt líka fyrir íslensk fyrirtæki sem vantar erlent vinnuafl high paying algjörlega Notið Swap Algjörlega Swapar hana Ekki spurning Herðu, sko tekju hæstu túrar frá upphæði og þetta er nú þessi túrar eru allir síðustu 20 ár svona jafnvel þó að þetta sé leiðrétt fyrir verðbólgu eða svona síðustu 15 ár og það er einfaldlega vegna þess að þú veist þetta er bara alltaf að verða meira og meira sjó þú veist, kostnaðurinn á bakvið þetta er alltaf meira og meiri þá er ég jafnvel að tala á raunvirði sko þannig að hérna en á trópnum rosalegt, er það Deep Purple eða? Nei, á trónum toppa hérna U2 fyrir tónleikaferðalag U2 360 gráður túr frá árunum 2009 til 2011 og þessi túr þjónaði 887 milljónir bandaríkjadollara á núvirði og þetta er sem sagt
Þetta voru 110 tónleikar sem þýðir að fyrir hvern túr eða fyrir hverja tónleika þýðir að meðaltal $6,7 milljónir og það voru 66.000 manns að meðaltali í salnum. Wow. Þannig að þetta er svakalega tölur sko. Ég var reyndar ekkert, ekki höllin 10.000? Nei, ekki svo mikið held ég. 8.000? Já, meira, örugglega eitthvað í kringu það. Við erum að henni svo alltaf með sömu, við tókum þetta örugglega hérna, skiptir ekki. Var ekki miðin á þess á 21.000 eða 3.000, Backstreet Boys? Manna ekki. Sitt bara 21.000. Þarna sér það, þau getur verið með max tekjur 168 milljónir í dag. Já. Þú ert þannig búin að núverða, þau voru með $6 million sko. Þetta eru hvað, það er bara 900 milljónir á tónleika. Já. Svakalegt. Algjörlega. Rosalegt. Herru, næstur Elton John. Það er á nú, það er á sem sagt, ég held að þessi lokið, það er Farewell Yellow Brick Road og þetta er held ég síðustu tónleikar sem að hann mun halda, þetta kallinn orðinn gamall og þetta er í öðru sæti og hefur þjónað 853 milljónir bandaríkjadollara og það er merkilegt að sjá hér að hann er með 293 tónleika en það er ekki nema að meðaltali 18 manns á hverjum tónleikum. Já. Og sem segir okkur að per tónleikagest er miðaverðið á þessa tónleika miklu dýrara heldur en á U2. Kostbár getur hærra. Já, en hér er þess að 2,91 miljóna meðaltali á hverja tónleika. Já, en hann hélt líka töluvert fleiri eða ekki? Jó, hann hélt töluvert fleiri sko. En á sama tíma er talsvert minni áhörunda hópur á hverjum tónleikum. Það er nummer 3 Ed Sheeran. Það var hann hét bara svona, hann kemur bara svona deilingarmerki og tour. Þú veist, ég veit ekki hvernig ég á að segja. Já, Divide tour eða þú veist. Með punktónu fyrir og neða strikið. Já, ok. Það var árið 2017-19 og á raunverði 823 milljónir tæpar dollara. Já. Og þar var hann með 255 tónleika. Var Ísland hluta því eða? Já, ég held, var það ekki, kom hann ekki 2019? Maður er búinn að gleyma öllu. Já. Ég misti minni í COVID. Ég bara hugsa peningana hérna, sko. Ég get ekki verið sama. En á samtalsmættum 8,8 milljónir manns og það er 34.500 að meðaltali á hverjum tónleikum sem gefur okkur $3 milljónir á hverja tónleika. Sem hann heldur sem er bara nokkuð gott, en svo er náttúrulega spurning það sem er ekki inn í þessu hver framleiðin er, hvað er hann að raka mikið inn á þessu. Þetta náttúrulega kostar uppsending við hverja tónleika eða bara bilaður sko. Herru, númer 4 Rolling Stones á tónleikum sem þið heldur 2005 til 7 og það var A Bigger Bang Tour og það voru 730 milljónir bandaríkjadollara sem þið þénuðu þar 147 tónleikar 4.700.000 manns í heildina skilaði 3,8 milljónir dollara á hverja tónleika. Það er nokkuð gott hjá þeim. Helvíti gott. Gamli kallarnir eru ennþá að túra, þetta er vissulega 2005 til 7. Konið langt yfir præmið þarna. Já. En þú veist, þetta eru vinnuþjarkar. Ert þú mikill tónleikakall eða? Nei, nefnilega ekki. Ekki heldur, ég ekki við þetta. Ég hlusta mikið á tónlist og allt, en það er bara eitthvað við að vera á tónleikum. Ég nýt mér bara betur að hlusta á þetta í eyrunum, bara heima hjá mér sko. Veist, það er eitthvað við þetta sem að... Er einhver tónleika sem þú myndir... Ekki miskilja mig, þú veist... Þú veist, ef þú fengir að velja eina til að fara? Að fara á Paul McCartney tónleika, það er núna bara. Hann er, þú veist, tölum mannamál, hann er að fara að hætta, gæðin orðin 83 ára á árinu held ég. Nei, 81, sorry. Það er once in a lifetime. Já, og það er bara, ég verðan á honum. Sömuleiðis langa mig á ABBA tónleikana í London hérna í nýju höllinni. Það er svona virtual reality sko. Ég er náttúrulega ABBA og Beatla maniak gamall og hérna það er eitthvað sem ég myndi vilja fara á sko. En herru, síðastir en ekki sístir á þessum topp 5 lista mínum, það er Guns N' Roses Not in This Lifetime Tour haldinn árið 2016 til 19 þjónaði 620 milljónir dollara núvirði 158 tónleikar. Hugsaðu hvað þetta eru margir tónleikar. Djöfull var þetta þreytandur. Keyra sér glút. 5,4 milljónir áhorfenda, 3,7 milljónir dollara per túr. Nei, per tónleikar sig. 34.000 manns í salnum á hverjum tónleikum. Þannig að þá vitum við það, ef þú ert vinsæl hljómsveit og ert að hlusta, þá er hægt að halda
þá er þetta nokkuð arbært. Þetta getur orðið það. Já. Það væri reynda gaman að heyra sögur af einhverjum svona algjörum floppsögum. Ég skal fara í það. Já. Finna bara einhverja tónleika sem voru algjört flopp. Þú ert að grafa það upp. Mætti ekki meira en 80. Já, einmitt. En þetta eins og ég segi, alltaf að verða bara mikilvægari tekjustóð fyrir listamenn. Sérstaklega núna þegar þú veist, það er allt brjálað í þessum heimi út af streymistekjum og þetta illa borgað og annað. Já. Þá eru túrarnir, þú veist, það er kannski ástæðan fyrir því að þetta er allt svona frekar nýlegir túrar á þessum lista. Að bara, þú veist, það er bara verið að, þetta er svakalega tölur. Hérna er bara, Garth Brooks and Tricia Yearwood, hver sem það eru. Garth Brooks? Já, er þetta ekki svona þjóðlagasöngur í Bandaríkjunum? Svona country eitthvað. Árunum 2014 til 17 heldur 390 tónleika. Sett á Thunder Rolls með Garth Brooks. Já, er þetta bara orðin einhver tónlist? Já, það er fólki. Hvað segirðu, hvað heitir þetta? The Thunder Rolls með Garth Brooks. Ég hlustaði mikið á þetta í Bama. Það var okkar maður. Það fjallar sko, mér minnir hans búin að vera ótrúr konun sinni. Og sé að koma heim. Thunder Rolls. The Thunder Rolls. Já, gerir það. Þú veist, hvað eru að gera? Fólk getur hlusta á þetta. Heyrðu, og ég ekki að taka. Skemmtilegt. Herru, ég ætla að setja bara Take 5 aftur. Já, ok. Nei, höfum þetta á. And the Thunder Rolls. Ég skal koma. Ég nefnilega, það er að koma ný vara. Ekkert sem tengist okkur öðru, en mér finnst það áhugavert. Starri. Já. Varstu búin að heyra um þetta? Nei, byrju, ég ætlaði að koma með aðra vöru sem að reyða sér rúm síðan á markaði eftir smá. Já, byrju. Það er nýja snöggverslunin. Já, Volt þarna. Já. Ok, þú mátt byrja. En þú veist, nei. Það er stærri þrumaði þínu. Já. Hvað er það? Við erum að hlusta Garth, kóngurinn. Nei, ég ætlaði bara svona, þú veist, þetta var eina fréttum vikunar, sko. Og ég held að þú ætlaði að taka það, sko. Nei. En bara, veist það, áhugavert og því að við erum nú rætt, þú veist, velt þessu fyrir okkur. Eða hvort það sé bara hreinlega markaður fyrir svona á Íslandi. Já, útskýra konseptið. Svona hraðverslun. Já, það er að opna eitthvað dæmi sem er með last mile delivery, eða ekki? Já, bara svipa á drop, eða? Já, þetta er í rauninni, sko, þú veist, þetta er bara sérhæfið sig í bara matarsendingum og þú veist, einhverju þannig, vörusendingum. Já. Heimsendingum. Já, bara heimsendingum, skilur. Já. Og þetta er bara svona, kemur núna. Já. Og er þetta dýrara eða ódýrara? Ég þekki ekki, þetta er náttúrulega ekki byrjað en hafa viðtal við hana Elisabeth Stennersen, framkvæmdastjóri á Wolt í Noregi. Og þetta gæti reyndar alveg... Þetta er búið að festa sig í sessi þar. Gæti verið þar til íslenskum markaði. Já, en maður bara svona veltiði fyrir sér hversu mikil er þörfin og hvernig verður þetta í framtíðinni ef að þetta er bara orðið standardinn, skilur, að fá bara allt strax upp að dyrum, sko. Þú veist, þetta er þægilegt og allt það, en maður veltiði fyrir sér bara svona hvort þetta sé þá ekki bara orðin, ég veit ekki, þú veist, samkeppni við hverja. Já, ég veit ekki. Aha, mögulega. Er ekki Aha einu sem er á þessu markaði í dag? Já, ég held að, ég skal ekki segja. Nei. En það verður áhugavert að sjá hvernig þetta mun spilast út hérna á þessum litla markaði. Við erum með svo bellir og svelli hérna. Nei, við erum bara að velta þessu fyrir okkur. Eina sem ég ætlaði að segja, sko, vonandi er þetta til góðs að þetta komi og veitingastæði vinni með þessu. Því að ég hef hingað til ekki nefnt að panta mat heim nema frá Dominos. Já. Og því að heimsendingarferlið er bara frekar dapurt. Einmitt. Og einhvers staðar heyrði ég að það væri ekkert endilega við heimsendingaraðalna aðast, sko. Veitingastæðirnir væri bara ekki búin að optimisera sig, þannig að þegar kemur inn pöntun þá átt að afgreiða hann á 5 mínútum þannig að maturinn sé strax komin út en þetta endur einhvern veginn aftast í bunkanum og þetta verður bara klukkutíma að fá einhverja núðlur frá. Þetta er náttúrulega svakalegt bestun-vandamál að reka svona batteri. Já. Og þau segja hérna, sko, þessu felst að sendlar Wolt sækja vörurnar úr næstu verslun og koma henni heim til viðskiptavinarins styðstu mögulegu leið. Já. Þannig að það segir manni að hér þarf að, þú veist, að besta það. Þú ert kannski með mismunandi sendingar 10 eða 20, ég veit ekki, og þarf bara að fara eftir einhver systemi þar sem bara tekur styðstu mögulegu leið á alla staði. En var þetta ekki með veitingastæði líka? Jó, þetta er í rauninni bara, hérna, þú veist, bara vörur og bara frá hérna, verslunum og veitingastöðum, sko. Þetta er skemmtilegt. Eins og ég skil það, vörum og veitingum. Eins og ég segja, hækkum rána. Já, hækkum rána.
algjörlega, en já, hvað nýja merki var þetta þannig? Ég var bara með sögulega, sko, mér finnst mjög áhugavert Starry, ertu ekkert orðinn spenntur fyrir Starry, eða? Ég ætla bara að skipta þessu ógislega lagi Tjóðið þetta leðilegt maður And the Thunder Rolls hérna. Hanna, áhugavert Pepsi, núna sem að manni finnst svona vera dominant force í þessum kólaleik í heiminum Pepsi Max fannst ekki í Flórida, ég get fullyrt það. Pepsi Max á Íslandi eitthvað fenómenon, sko. Já. Það þarf að rannsaka það nánar. En það sem ég ætlaði að segja... Það eitthvað sem segir að séu fleiri fíklar per capita hér heldur en annar staðar í heiminum. Þetta rosalegt, sko. Og líka bara, já, hvað þetta dominant. Allavega hana, þau eiga samt á brattan að sækja í einu vöruflokk sem hinn svo kallaði Limón vöruflokkur. Limón. Og ég sá hérna frétt að þeir lönsa þessu softlönsa núna fyrir 3 mánuðum í janúar nýrri vörulínu sem heitir Starry og viltu giska hvað stærsta limón góðstrykkjavaran í heiminum í dag? Fanta. Það ekki limón, það orange. Fanta limón. Já, Fanta lemon. Já, það samt ekki stærra heldur en sá limóndrykkur sem ég að hugsa. Hver stærri limón? Ég veit ekki, byrju, jú, ég örugglega... Coca-Cola, Fanta, Lemon, Sprite. Coca-Cola, Fanta, Lemon, Sprite. Sprite? Langstæst. Það... 73% það lemon? Já, það svona lemon flokkurinn. Það? Hitt orange, hvað meinaru? Appelsínudrykkur. Ég hef aldrei hugsað það, þú veist, það 7up? Lemon líka. Já, það náttúrulega lemon líka. Þetta subkategóri af góðstrykkjamarkanum. Alltaf logoð líka bara með, þú veist, sítrónu, sko. Já, Sprite. Já, hvað ég hef aldrei spáðið að það að vera eitthvað sítrónu tengt. Sko, mér líður svo að ég sé að 4. heilarblóðfall í þessu þætti. En, sko, Sprite langstæst. Okay. Og meira segja... ég hugsaði, ég bara byrði hlustendur afsökunar. Við drekkum reyndar ekkert mikið af þessu. Nei, ég hef aldrei verið Sprite maður, sko. Ég sá reyndar, við vorum svolítið að kaupa Sprite Zero hérna í kælinn fyrir ákveði podcast sem að taka upp hjá okkur hérna í Seðlabankanum. Og það heldur bara Sprite Zero hér heima í dag en allavega þetta átti ekki vera langloka. Sprite langstæst 73%. Viltu giska hvað næststæst? Fanta Lemon. Nei. 7up. 7up, já. 7up í eigu Dr. Pepper. Já, einmitt. Þeirra kategóriu og svo þessi harmsaga Pepsi í samkeppninni og þannig mál með vexti að þeir stofna fyrst samkeppnisaðila 1959 sem hét Team, T-E-E-M. Það bara floppar og nær ekki og þeir discontinue það 1984 og relunsa með einhverju nýju sem heitir Slice. Það floppar líka fram til 1990 eitthvað þeir stofna Sierra Mist. Sierra Mist síðan að reka vagnin fram til ársins 2015 síndist mér, þá breytaði Sierra Mist í eitthvað Mr. Mist. Breytaði síðan aftur 2018 og eru núna búin að discontinue Sierra Mist og eru að lönsa Starry. Þannig að, já, það var nú eiginlega bara ekki annað. Mér finnst bara svo áhugavert að Sprite skuli vera svona dominant. Dreifing hófst bara í janúar 2023. Já, akkurat. Þannig að það verður gaman að sjá hvort við fáum þetta til Íslands. Ef ykkur í Ölgerðarnar hlusta, við erum nú vinir Ölgerðarnar. Hendi okkur smá Starry til að smakka þetta. Já, náttúrulega sko... Sprite undir Coca-Cola á Íslandi. Já, akkurat. Það ekkert ólíklegt samt að Já, ekki Fanta líka undir því? Coke, jú. Já, einmitt. Já, þetta svona head to head, þetta appelsínið á móti Fantanu. Einmitt. Svo varstu með 7up á móti Sprite. Já. Hvað hefur Ölgerðin verið með hérna í þessum flokki? 7upið eða? Já, í raun. Gott ef ekki. Heyrðu, ok. En takk hérlega fyrir þetta. Já, fyrir Starryið. Hérna, sko, hvað svona, já, við erum náttúrulega með, sko, já, ég meit hérna. Sko, nú alltaf gaman að fylgjast með Twitter, öðru hverju. Og það eitt sem að ég hef dálítið gaman af, hann Arnar Arinbjarnason, sem að ég veit að hlustar og hérna, já, dálítið, sko, virkur, ef þið heldur að við værum að veita aðhald, að þá ættu að sjá það, hérna, hann, sem sagt, kom með fyrirspurn hérna, það var svona auglýsing sem Seðlabankinn setti inn á samfélagsmiðla og fleira, auglýsing og sumarstarfi. Já. Og, þú veist, eðlilega, þetta ekki bara eitthvað svona sem á bara að fara í gegnum Alfreð til Seðlabankinn, þú veist, þurfa þau eitthvað að vera að auglýsa
sumarstarf, þetta ríkisstofnun og þú veist, þarf að vera að auglýsa, promóta þetta eitthvað á samfélagsmiðlum. Allt góðar og gildar spurningar. Ég var nú að chefast þarna hjá Alfreð á sín tíma. Jú, þetta allt satt og rétt hjá þér. En heimskan sem átti sér stað, ég segi það bara í dag, í öllum rökstuðningi fyrir því af hverju opinbera apparatinn voru að auglýsa til dæmis í Helgablaðinu og einhver svona störf. Þetta algjörðvæla og það sem þú ert að koma með, ég veit nú aðeins hvað þú ert að fara inn á, þetta meikar ekkert sens. Nei, þú veist, en þetta svona helst í hendur dálítið með svona, þú veist, það er engar afleiðingar fyrir slæmum ákvörðunum í svona dálítið, skilur við, þú veist, það er bara, og af hverju ekki bara henda pening í þetta, en hann allan að sko, hann veitir þeim aðhald, hann sendir Seðlabankanum post, þess efnis bara, hann vildi fá sundurliðan kostnað á baku auglýsinguna og hann fekk svar tilbaka og þetta eru 3 liðir. Þetta er bara svona frekar einföld auglýsing, það stendur bara góður starfsandi og sveigjanleiki og þetta var bara svona auglýsing sem að birtist á samfélagsmiðlum og hvort það sé í Google Ads og eitthvað. En hvað að vera að auglýsa? Bara eftir að mér skilst sumarstarfsfólki. Sumarstarfsfólki? Já. Og hann, Arnar fær svar frá Seðlabankanum og kostnaðurinn er í 3 liðum. Akkur fær hann svar en ekki við? Já, tjóks. Ég náttúrulega fekk svar, en ég fekk ekki, þú veist, hann sagðist alltaf heyri í mér eitthvað setna. Já, þeir hætta að svara okkur. Já, og svo sendi ég eitthvað ítrekkun á post og svo fekk ég ekkert. En allan hann fekk svar í 3 liðum. Það er nummer 1, kostnaðarliður, undirbúningur og hugmyndavinna 881.500 krónur. Það er rosalega. Nummer 2, tökur á auglýsingunni, 123.000. Þú veist, ok, ég minna að það kostar að fá ljósmyndara og eitthvað svona. Þetta var sem sagt bara myndataka? Já, mér sýnist það, sko. Kannski að hún hafi verið í einhverju hreyfumyndi, ég veit ekki. En það er, ég man allan bara eftir ljósmynd af stráki og stelpu sem voru upp við einhvern vegg að tjatta. Tökur á auglýsingu 123.000 og svo er það 3. og síðasti kostnaðarliðurinn birtingakostnaður 346.480 krónur. Bestu kveðjur. Þetta er rosa. Og þú veist, maður velti því fyrir sér birtingakostnaður upp á tæplega 350.000 í þessu. Þetta er ómikið. Ég held að við getum verið sammála það og þú veist, það er alveg nauðsynlegt að veita aðhald sem þetta. Ég ætla að challengea það. Ég ætla að segja að það finnst mér verilega eðlilegur hluti versus þessi 800 skall í hugmyndavinnu. Já, algjörlega, þú veist, það finnst mér upphæð verst í þessu, sko. Við að auglýsa sumarstörf sem að öll embætti hér á landi hafa gert síðastliðin 40 ár, sko. Þú finnur textan sem þú notaðir í fyrra og brittar aðeins upp á hann eða lætur einhvern endurskrifa eða hvað sem það er sem er að ráði í. Maður veltiði einmitt fyrir sér, sko, hvurslags hugmyndavinna þarf að fara, er það að ráða auglýsingastofu í þetta eða? Ég skil það ekki, sko. En þú veist, í rauninni þá kannski er þetta ekkert eitthvað bílað hár kostnaði þannig fyrir auglýsingarherferð þannig, en þú veist, þetta er ríkið og þetta er þannig staða að það á ekkert að þurfa að promóta þetta eitthvað sérstaklega og þú veist, en með að þú ferði gegnum auglýsingarferðli og auglýsingastofu eða eitthvað annað, þá er þetta ekkert óeðlilegu vermiði þannig, sko, en þetta er bara, minnst að sko, það er eitthvað búið að hækka verðin hjá Alfreð. Ég held þetta sé orðið svona, allur pakkinn þar er þetta kannski 70-80 skall. Það voru bara að taka allt. Svo er alveg eðlilegt að promóta þetta utan Alfreðs, að þetta fari í Facebook-auglýsingar og eitthvað bla bla. Heilsuopnan í fréttablaðinu, hann að fara á hausinn, var minni með 200 skall. Þannig að þú veist, ef þú verður að taka það tvennt, þá ertu með 300 skall þarna eitthvað að maximera einhverja birtingar. En þessi 800 skall í þessa auglýsingu sem þú ert með, það er easiest money sem þessi auglýsingastofa hefur nokkuð tímann hýrt, sko. En við þökkum Arnari fyrir að vera á tánum. Á vaktinni, veita aðhald. Það er ekki margir þarna úti sem að nenna að djöflast í því. Það mætti halda að Arnar væri með Pingjan salutes you. Já, það mætti halda að Arnar væri með executive master í gervigreind. Þetta er next level hjá honum að átt að sjá þessu. Heyrðu, við komum inn á þetta í síðast þætti. ICAI. Og við viljum ekki tala niður til neins náms. Nei. En eins og einn maður sagði, ef þú ert í miðlífskrísu og ert að hugsa að skráði í MBA-nám einhvers staðar, staldraða aðeins við. Það er komið annað. Það er að koma annað inn á markaði núna. Það er komið nýtt og sko ekki taka einhverja 4-8 annir hvað þetta er, MBA hérna heima. Þeir getur tekið 6 mánuði, fjarnámskeið, það er eitthvað í persónu og actually hitt fólk sem er að spá í framtíðinni, gervigreind. Hvað heldur þessi langt í að fólk fari alvörunni svona incorporate þetta?
Þannig að þú getur mjög early. Eins og það lítur út núna, þá lítur út fyrir að gervigreindi muni leysa bara NBA-stöður á hólmi, sko. Já, ég held að það sé ekkert ólíklegt. Þannig að endilega verið á undanbylgjunni, ICAI, þetta er 6 mánaða námskeið, það er engin forritun, þetta eru fyrirlestrar, alla miðvikudag, þú kynnist fólki sem er að hugsa framtíðina og svona, í rauninni held ég þetta muni bara hjálpa þér að takast á við þau challenge sem verða þegar algjörlega og þú veist þetta gervigreind bara rétt að byrja. Það má ekki segja þegar fólk fer að byrja að missa vinnuna þú veist en það bara þannig. Gervigreind bara rétt að byrja, hún að læra á 70.000 meiri hraða heldur mannsheilin, getið ímyndað ykkur, þú veist þetta að fara að þróast það hratt. Eftir 3 ár getum við verið komnir bara í allt annað umhverfi við erum í núna því að gervigreindin bara búin að hasla sig völl út allt sko. Og það bara framtíðin. Það það sem stefnur í að þú veist ekkert verður gert. Akkurat. Bara svona lagalega séð sko. En sko, þetta að byrja núna þriðju helgina eða þriðju vikun í maí. Kostar 2 milljónir sem ekki lítill peningur. Já, en bara hverja krónu virði. Er ekki önn bara 500.000 í NBA? Jó, þú veist þetta ekki neitt samborið við það og þú tekur þetta á 6 mánuðum. Það kynningaverð núna 1,2 og að sjálfsög stéttarfélög veita styrki. Takmarkusæti ICAI.is, kíkja á þetta. Ekki spurning, Icelandic Center for Artificial Intelligence. Já, þetta illa stegið. Kíkja hann inn og kynna ykkur þetta og hér farið yfir alla geira. Og þú í rauninni verður bara fullfæra á öllum sviðum eftir þetta. Við ætlum ekki að lofa því, en þú veist, það eru alla líkur á því að þú tekur vel eftir og tilenga þig námið. Ég held sko það er aðferðir sem vilt frekar taka þetta 6 mánaða námskeið heldur en að byrja einhvers staðar í MBA námi 1. september og vera orðinn atvinnulaus þegar þú útskrifast í maí eftir 2 ár. Það er búið að replacea þig á meðan þú varst hérna taka International Finance 101. Algjörlega. Ekki spurning. Herðu, en þú ætlaðir sko, þú náttúrulega tókst í síðustu viku aðeins hann Ryan Reynolds vinn okkar og við langaði rosalega mikið til að svona dreipa aðeins meira á þessu, eða okkur bara hérna Já, það er ein saga sem ekki búið að tala annað þetta Wrexham ævintýri hans. Já, akkurat. Og bara núna nýlega fyrir 2 vikum voru þið að sigra hérna í rauninni 5. deild í Bretlandi sem að kemur þeim upp á professional level, sem sagt League 2. Hérna en þú veist, þetta náttúrulega sem í rauninni bara D-deild, ef svo márið komur, bara 4. deild í Bretlandi. Já, en þú veist, þetta er svo insane að þú hugsaður úti að þeir eru að kaupa utan deildalið. Í rauninni, þetta var ekki eins og inn í deildaflokkunum, sko, þetta var það neðarlega. En þetta er þriðja elsta knattspyrnufélag í heimi. Á eftir Stoke og Notts County. Já, og ég að taka stutt recap á, verður þú með eitthvað? Sko, ég held að ég man ekki eins og hvort ég hafi farið það nákvæmlega í þetta síðast. Þeir kaupið á $2,5 milljón. Hluti af 2 milljón pund. Var þetta pund? Já, 2 milljón pund sem er 2,5. Akkurat. Hluti af allavega strategíunni eins og hún er að skýrast núna í dag og það sem við hérna svo sem kom inn á var að þeir voru strax búin að ákveða dokumentaferlið byggt til seríu sem heitir Welcome to Wrexham. Eins og kom fram við þeim þætti þá á hann production company, þannig að þú veist hann er svona eiginlega triple dippa Ryan Reynolds þarna. Spáðu bara í hvað þetta eru lítil kaup, þú veist, $2,5 milljón með að við bara hans auðafi, skilur, þetta er ekki neitt. Nei. En þetta hefur svo sjúkt potential, sko, því að akkurat. Já, halda áfram. Ég ætla að koma í eitt hérna, ég veit svo sem ekki alveg hvernig þetta er reiknað, en það var hérna búið að birta að þessi sería hjá þeim sló í gegn, 8 þættir, sýnd á FX á Hulu og held ég á Disney Plus í Evrópu. Í Evrópu, já. Já, allan þetta er Welcome to Wrexham og fjalla bara fyrstu skrefin þeirra í að gerast sportsdirektorar og framkvæmdastjórar í fótboltafélagi. Það var búið að reikna þarna út, þetta er með 90%. Þetta var náttúrulega fleiri en 8 þættir, sko. Ég held að fyrsta serían var 8, það komið sería 2. Það er 18 á Disney. Það er bara flokkað undir Season 1. Season 1, ok. Ég á eftir að horfa á það, sko. En þetta er bara næsta verkefni hjá mér. Ég er orðinn bara svona létt obsessed á þessu, sko. Þetta er mjög nett, þá þarf að henda hérna þessu leik. Og þegar ég ætla að segja, ég fann hérna þráð, ég vissi ekki alveg hvernig þetta var reiknað. Það var talað það voru góð rating og hérna affiliated revenue per þátt af þessum fyrstu 8, allavega eins og að talað voru $400,000 per þátt. Sem sagt, verðmæta aukningin sem að varð í sölu á hérna varningi, allt í einu bara þvílíkur áhuga að eiga Wrexham hérna treyju.
þá kom fjöldi árskortshafa er búin að þrefaldast á 2 árum og bara áhuginn er orðinn gigantískur. ESPN var held ég með í beinni útsendingu einhvern undanúrslitaleik hjá Wrexham á Mondöru sem að opnaði potensiali fyrir 100 milljónir manna til að horfa á. Það er náttúrulega bara unheard of fyrir utandil. Það var allavega búið að reikna það upp hérna að fyrstu 8 þættirnir hafi gefið þeim $3,2 milljón í tekjur. Sem sagt á innan við ári voru rauninni búin að þetta er ekki hagnaðurinn, en þetta eru tekjurnar bara. En við vorum náttúrulega að reyna að finna út úr því sko, því að þú þarft alltaf að kaupa rétt á einhverju, skilur við, núna í dag. Í gegnum þessar streaming þjónustur. Já, eða þá þú selur þeim bara one time. Per episode. Já, það er þá sennilega bara þannig samningur þarna bak við. Gæti verið. Annað sem er enn og aftur insane eða unreal, þeir eru sko konur með samstarfsaðala sem eru TikTok, Expedia, Vistaprint, veistu hvað þetta er? Nei. Þetta er sko, ef við segjum nafnspjöld núna í dag, þá verður þetta komið í auglýsingum hjá okkur í Facebook einhvern tímann á morgun. Vantar þið nafnspjöld, Vistaprint. En þetta er risa fyrirtæki sko, Brest minni mig. Og svo var sjálfsögðu Aviation Gain sem að Ryan á ennþá smá hluti í en seldi þarna 2020. Enn og aftur, þetta eru ótrúlegi styrtaraðalar fyrir utandeildalið á Englandi. Og svo loka punktur var náttúrulega að þeir eru búnir að ná promotion. Einmitt, og það er náttúrulega bara að fara að hjálpa þeim því að þú veist, fólk elskar að fylgjast með litla mannum ganga vel. Það er bara þannig. Þetta er bara svona öskubusku ævintýri og nú eru þau að koma komast upp í League 2 eins og það heitir þarna sem er rauninni svona tier 4 og það er rauninni að tryggja þeim sko það er að tryggja þeim $1,1 milljón. Bara komast upp? Já, bara komast upp. Ég vil það vel að sé vikið samt bara fyrir þess að Nei, sorry, $1,1 milljón segi. Já. Og það er bara, þú veist, standardinn bara all League 2 clubs will pocket £1.1 million each. En svo er náttúrulega, og þú veist, inn í því er þú veist, þessi sjónvarpsréttur og allt, sko. En það er einmitt spurning, sko, maður velti því fyrir sér hvort að, sko, bara verðið á sjónvarpsréttinum á League 2 mun reynilega bara hækka umfram sko League 1, þú veist, fyrir ofan bara út af þessu. Það var annað, sem ég gleymdi að nefna, að þeir eru núna komni með yfir 1 milljón fylgjenda á öllum samfélagsmiðlum og þú veist, þetta var undir 200.000 þegar þeir byrja, þannig að þeir eru búin að ná 5-falda þann fjölda á ekki lengri tíma. En þetta er einhvern veginn svona spring út núna, sérstaklega þegar þeir fóru upp að þá fara allir að spá í þessari sögu og hvað þeir eru búin að leggja liðinu til. Ég er ógeðslega spenntur fyrir þessu og þau eru búin að bóka túr hérna í Bandaríkjunum, þau eru fara í Bandaríkjatúr, eru meðal annars að spila við Chelsea og Man U, skilur, og allt svona bara er svo mikið, þú veist, er svo mikið hæp bara. Já, akkurat. Og ég held að, já, þú veist, á þess að, ég ætla nú ekki að fara að spá fyrir hvernig þeim gengur, sko, en þú veist, þau eru náttúrulega núna, mér finnst samt smá leiðilegt ef þau ætluðu að fara að fá eða þau ætla að fara að dæla einhverjum pening inn í þetta til að kaupa einhverja stóra leikmenn eða eitthvað þannig. Ég hef samt gaman að því að fá inn einhverjum svona leikmenn sem eru að svona bjóða sig fram, svona gamla, sem eru kannski hættir, eins og Ben Foster til dæmis. Hann bauð sig bara fram, spilaði þarna undir lokinn á tímabilinu með ógeðslega góður, sko. En þetta er annað sem pottet gerast. Að einhverju svona gamli glóriuhundir að sjá tækifæri að koma þarna, sko. Eðlilega, þetta er bara orðin það stór plattform að því að virðist núna. Svo eru þeir að fá Gareth Bale, sko. Já, sem væri stórt. Ég var að hugsa, væri ekki stemming að fara hérna einhvern tímann í haust á smala saman með play á heimaleika. Já, það væri djúðar að gaman. Er það ekki play sem er beint í Manchester? Er Æsir líka? Ég þekki það ekki, sko. Þetta er rétt hjá Manchester allavega. Ég alltaf svo sem ekki verið að gera upp á milli. Mér fannst bara einhvern veginn eins og play væri með. Þetta er samt, ég meina Gareth Bale er náttúrulega hættur, skilur. Já. Þannig að, þú veist, það yrði alveg svona, þú veist, rökrétt að reyna við hann, sko. Gamli Vilsverinn. Já, en þú veist, ég nenni ekki að þetta verði eitthvað bara svona Man City dæmi að bara fara að dæla inn peningum og kaupa vinsældir, sko. Já, ég held þeir séu bara ekki með það djúpa vasa að þeir ráði við það. Nei, þú veist, ég minna Ryan Reynolds er metin á $1 miljard, skiluru, og þú veist. Nei, 400 mill. Var hann ekki að selja fyrir 600 aukalega? Var það ekki málið? Nei, hann átti hlut. Við fórum með það, hlustiði bara síðast það. Það var komið upp í 400. Ég sá einhvern tíma bara, bara núna á netinu, þá var ég að sjá eitthvað $1 billion hjá honum. En þetta eru mismöndi heimildir auðvitað. En eins og ég er að segja, þú veist, þeir gætu alveg
Þetta ánáttúrulega bara að vera alltaf undir hjá okkur. Það er bara annarkvært orð sem við segjum, það er ekki margtækt. Gætu fengið fjárfesta inn, Jari gert þetta að einhverjum moldríkum klúb sem að bara kaupi sig upp töflurnar. Það væri miklu skemmtilega að fá þetta bara svona, þannig að menn bara kom inn upp á stemninguna, Jari, þú skilur hvað ég meina, vinna sér þannig upp, sko. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með þessu og hvernig fólk til að kíkja á þessar þáttaserjur. Og svo er komin aðdandaklúbur á Íslandi á Twitter líka, ég held að það séu nú alveg já, hvort það séu yfir 1000 manns komin. Það var ítla gaman að fara í ferða á heimaleik Wrexham einhvern tímann í haust, við ekki neitt þetta bara verið einhverju Ryan Reynolds Circle Jerky. Já, það er komin sko, það eru 615 followers, Wrexham Icelandic Supporters Club, stór skemmtilegt að fylgjast með því. Magnað. Heyrðu? En já, ég held að Já, ég er svo sem með fleiri fréttir hérna, en við viljum auðvitað koma inn á Dokkobit. Já, að sjálfsögðu. Þar sem að pappír hann er vant við látin á þeim bænum. Byggjubandalagið í baráttu gegn minni og meðalstórum fyrirtækjum sem að nota ekki rafrænar lausnir. Þetta er algjörlega galið. Sko. Algjörlega, ég meina að þú veist, einmitt, talandi lítil fyrirtæki, ég meina að það er kannski algengar að þau séu að láta fólk skrifa undir á pappír. En við viljum bara hreinlega að það heyri sögunni til og það er farið að heyra sögunni til að mestu. Klálega. Að fyrirtæki eru farin að skrá sig í þessar þjónustur, að geta gert viðskiptunum kleift að skrifa undir rafrænt. Það þægilega fyrir alla að spara þér tíma, pening sem fyrirtæki og sömuleiðis bara ef tími eru peningar, þú veist, þá sparar að viðskiptunum peninga líka, sko. Ég er með 2 góð dæmi, það sem að mennum voru bara ég elska Dokkobit. Alltaf á mótnana, við erum að faðmast í gufunni í nokkru gaurar. Þetta er allir svona helstu salar landsins. Þið faðmist og segið bara við elskum Dokkobit. Já, nei, það voru að segja mér sko eitt bílasali. Hann sagði, þetta er game changer hjá okkur því að það er svo þægilegt að kaupandi og seljandi þurfi ekki að hittast. Þú sendið þeim bara báðum rafrænt. Og það er eitthvað sko, það hefur oft bara komið upp vesen þegar það býtu, já, þessi dælt, hún ætti ekki búin að... Já, einmitt. Dokkobit, forðast af vesen, skilnaðarpappírarnir, við erum búin að ræða það er ekki rætt á mótana. Hitt var fasteignasali, segja mér. Þetta er orðin svo mikil game changer upp á allar undirritanir. Kannski með sjómann. Já, mér finnst eitthvað óþægilegt einmitt að hitta seljanda á íbúðu eða eitthvað. Já, það er örugglega verra heldur en í bílunum, sko. Já. Fúka litt það inn í svefnherbyggi. Já, sko, þetta er alveg hræðilegt. Mikið draki í gluggunum hann. Dokkobit er rauninni stuðlar að því að sko, þú þurfir kannski bara ekki að hitta fólk orðið lengur. Já, þú veist, þetta er bara miklu þægilega. Ekki viðskipta tilfellum. En sko, punkturinn þar, það var nú ekki djók. Það var hérna fasteignasala að segja mér að svo þægilegt að úr með sjómann, þú veist, búin að undirrita kauptilboðið, vanlega væri að fá hann í kaupsamning, en hann er farin út á sjó, sendir það bara rafrænt. Það er engin eðlismunur á pappírskerunni og þarf ekki til eitthvað, já, blessa Gunni hérna var að kaupa hjá Kristall. Svona er þetta, mæti ræktinn á mótnana, fasteignasalar, bílasalar, braskarar. Þetta er alltaf þetta. Elskum Dokkobit. Herru, þökkum Dokkobit kærlega fyrir, en sko, svona áður en við lokum þessu kannski, þetta var, við viljum náttúrulega minna líka á komin nú nokkur inn á verðbólgutips hópin okkar. Ég ætla að posta núna. Já, við vitum það núna, eins og ég sagði upp á því þáttar, það er 9,9% verðbólga núna, var að hækka 1,3% á milli mánaða og þú veist, maður velti því fyrir sér, nú þarf bara einhvers konar þjóðarátak og ég held að verðbólgutips gæti verið frábær plattform ef við náum að virkja það. Fyrir fólk að deila sparnaðaráðum og öðru, þú veist, þetta er engin helviti sölu síða eða eitthvað svona bla bla bla, þetta er bara, þetta koma bara inn ráð frá fólki sem að hefur góða reynslu af því. Getum við gert eina reglu þarna? Já. Ef einhver fyrir að spyrja, ég er með 10% óverðtryggt lán. Já, þá er það bara, þú veist. Ég fær í verðtryggt. Þetta er ekki fjármála ráðgjöf, þetta er sparnaðaráðgjöf, skilur við. Það er pælingin að það og þetta þýðir bara, þú veist, fyrir lánþega, þessi verðbólga sem er í gangi núna, sem bara þú tókst húsnæðislánum á 40 milljónir í apríl 2022, þá er höfuðstóllinn hreinlega bara búin að hækka 4 milljónir króna af frádregnum afborgunum vissulega, en gefa þú hafir ekki verið að leggja inn á höfuðstólinn og þú veist, við vitum í þessu vaxtaumhverfi í dag þá ertu nú ekki borga háan skerf af afborgun á höfuðstólnum sko. Þannig að þú veist, þetta þýðir bara að 40 milljón krónar lán er orðið að 44 milljón krónar láni, skilu, og þetta getur orðið mjög erfitt til lengri tíma og ég sé bara ekki fram á að verðbólgan sé eitthvað að fara að lækka hratt núna, sko, þannig að þú veist, við verðum að taka saman höndum,
fara í einhvers konar þjóðarátak og ég held að það byrji bara á verðbólgutips. Já, ég var að hendin. Það ekki? Mínu punktar frá í síðustu viku, nema þessi ógeðslið sem ég fekk sendur. Já, ekki býttu með að senda, ég ætla að bæta mínu við. Já, þetta bara þráður, þú kommenta bara. Ok. Allir taka þátt. Herru, allir inn á verðbólgutips á Facebook, hvetjum ykkur til að vera virk þar líka. Lengsti pingjuþáttur sögunar, senn á enda. Nei, síðasti var lengri. Hann var 101, þessi nú bara rétt skriðinu mynduna. Og ég með hérna annan móla sem ég kom ekki einu svona að. Já, ég líka. En við skulum eiga það næst. Segðu það. Herru, má ég vera eitt loka sjátt? Já. Það einhverju fasteignasalar að hlusta, heyrið mér. Heyrið Yngva. Yngvi með lítið surprise fyrir fasteignasala. Já. Viltu ekki segja nafnið? Nei, ég segi meira setna. Við erum í stealth mode. Já, frábært. Allir fasteignasalar, heyrið Yngva. Já, takk fyrir það. Á loku við í dag. Já, bye.